Evrópukeppnin félagsliða hefst hún á morgun. Hvernig tilhugsunin hjá Blikum? Ég held að allir séu bara spenntir fyrir því. Þannig að þetta bara kærkomið tækifæri strákarna að fara á nýjan vettvang og við viljum alltaf reyna að standa okkur þar eins og landslið hefur verið að gera hérna undanfarna leikjum. Þannig að fylgja þeim góða árangur eftir með góðri frammistöðu. Hverjar tölur líkurnar vera á Blikum gegn andstæðingunum í Jelgava? Sko það er kannski erfitt að segja. Ég er búinn að sjá ykkur 3 leiki með þeim og það er svolítið erfitt svona frá svona vídeo að átta að sjá verulega eða svona almennilega styrkleika deildarinnar og kannski liðsins, en ég tel okkur ef við spilum 2 góða leiki þá held ég að líkurnar séu góða fyrir því að geta farið í næstu umferð. En þetta er samt, við þurfum að átta okkur því, ég held að vera í fyrra þá slóður út lið frá Búlgaríu og þetta svo út á móti lið frá Makedóníu, vinna heima og tapa úti. Þannig að þetta eru klárlega andstæðingar sem við megum ekki vanmeta. Þetta verður hörku viðureiknir, en við þurfum bara að spila 2 toppleiki að þá telja okkur eiga mjög góða möguleika að fara áfram. Hvernig hefur gengið að afla sér upplýsingar þetta lið? Það hefur bara gengið ágætlega. Ég búinn að fá í gegnum félaga minn sem tækir svolítið vel til í Lettlandi smá upplýsingar liðið, og svo höfum við bæði ég og Kristó séð leiki með liðinu og rætta svona aðeins. Þannig að við erum svona aðeins búin að reyna að svona kortleggja styrkleika og veikleika. En það er samt alltaf þannig þegar maður fer í Evrópukeppni, þá fer maður svolítið blind inn í það, þó þrátt fyrir að búin að vera að sjá okkur að leiki, það er alltaf svolítið öðruvísi. En það er samt gott að hafa séð þessa 3 leiki og við erum svona aðeins búin að átta að sjá á liðinu. Með leikinu á þeim heima og virðast þeir að vera sterkari á heimavelli en útivelli, er það eitthvað sem þið takið inn í myndina á morgun? Já, það er náttúrulega alltaf þannig þegar þú ferð fyrir leik og hann er heima, þá viltu náttúrulega halda markinu hreinu og helst bóta 1 eða 2 mörkum og koma í vanlega stöðu fyrir seinni leikinn. Vegna þess að það er alltaf klárlega erfiðara að reyna að sækja eitthvað á útivelli, og líka í ljósi þess að við höfum leik í bikarnum helgina, þannig að það er engin hvíld hjá okkur. Og það er svona væri náttúrulega kærkomið að eiga góðan leik hérna á morgun og koma okkur í ákjósanlega stöðu fyrir seinni leikinn, og það er klárlega það sem við ætlum okkur að gera. Verðum eiginlega að minnast á íslenska landslið, mikið rætt bæði hér heim og allan heim. Heldur að það gengi íslenska landslið geti hjálpað ykkur þessu leik, eða jafnvel að Lettarnir taki ykkur bara mun alvarlegri? Já, ég ætla rétt að vona að það svona gefi mönnum svona byrjandi báða vængi í okkar liði, að fylgjast með íslensku strákunum standan sem þeir hafa verið að gera, sem er náttúrulega bara með hreinum ólíkindum. En í sjálfu sér kannski ekki með hvernig frammistöðu þeirra í riðlinum, hvernig við fórum í gegnum hann, að þá kannski átt ekki að koma okkur á óvart, en samt gerir það alltaf, og slá Englendingana á þann máta sem við gerðum er náttúrulega bara stórkostlegt og gefur okkur, ég ætti að gefa leikunum Breiðablik svona byrjandi báða vængi að fara í þann leik, í leikinn á morgun, og eins og nefndir hvort að það gerir hvort það gerir þá eitthvað hræddari. Já, það ætti allavega kannski að þeir vita allavega íslenska knattspyrnu og vita það að íslenska landslið er að gera frábæra hluti, og jú, auðvitað þá kannski taka menn félagslegunum kannski aðeins alvarlega heldur en kannski ef landsliðið væri ekki að gera sömu hluti. Ég held að það gæti hjálpa okkur, ég vona það. En svona með íslenska umfjöllun deildina heim og ykkur félagsliðinu, finnst þið vera að gleymast í umræðinni síðustu daga? Nei, mér finnst nú bara allt í lagi að strákarnir fái svona láta ljósið skína þarna úti og eiga það alveg fullilega skilið. Ég held að við getum alveg verið í skuggunum af því í einhvern smá tíma, og vonandi verður það í aðeins lengri tíma heldur en fram á sunnudag, og það væri bara virkilega gaman að því að vera í smá skuggunum á landsliðinu ef þeir fara enn lengra heldur en það verður að gera, og strákarnir eiga bara skilið ekkert gott og alla þá umfyllir sem það hafa fengið, og það eina sem þessi frammistaða gerir er þetta opna bara dyr fyrir strákarna sem eru heima, sem hafa metnað að komast út, og þeir ættu nú heldur betur að reyna að notfæra sér það með því að standa sér vel í eitt tækifæri á morgun að gera það, vegna þess að ég held að sé allir að horfa á Ísland, litla Ísland í dag, og þar að leiðandi ætti þetta að vera góð og gluggi fyrir unga og efnilega knattspyrnumenn að fara erlendis eftir þetta tímabil. Jæja Damir, einn dagur í fyrsta Evrópuleikiðin, hvernig er hugurinn stemdur? Hann er bara nokkuð góður, virkilega spenntur.
með svona smá fiðring í maðanum bara. Er öðruvísi að undirbúa sig undir svona Evrópuleik en venjulega leik í Pepsi-deildinni eða bikarkeppninni? Nei, ég bara undirbýði mig alveg eins fyrir alla leiki, sko. Hefurðu stúderað andstæðingana? Ég sé 2 leiki með þeim. Þeir alveg líta vel út, sko, þannig að þetta verður hörkuleikur. Hverjir eru styrkleikar þessa liðs heldurðu? Þeir eru góðir varnarlega, en á góðum D finnst mér við að klára þetta lið. Ertu með skilaboð til stuðningsmanna? Bara mæta á völlinn og styðja okkur, sko, ef það er eitthvað eftir enn á Íslandi. En hvernig er staðan á mannskapnum fyrir leikinn? Hún er bara virkilega góð. Ég held að þessi allir heilir.